Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 7. september er 12. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er lækningin mikla, frelsið í Kristi. Í lexíunni lýsir spámaðurinn því þegar ríki Guðs kemur. Kúarinn verður ekki lengur til, skrumarinn líður undir lok og öllum sem hyggja á illt verður tortímt. Í pistlunum skrifa Páll: Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjónn nýs sáttmála sem er ekki ritaður á bók, heldur er hann andlegur. Og í Guðspjallinu læknar Jesús daufan og málhaltan mann. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Markúsi 7. kafla. Síðan hélt Jesús úr Týrusarbyggðum Sídon og yfir Dekapólis byggðir miðjar til Galileuvatns. Þar færa menn til hans daufan og málhalta mann og biðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu, stakk fingrum sínum í eyru hans og vætti tungu hans með munnvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann: Effatha, það er opnist þú. Og eyru hans opnuðust og haft tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Jesús bannaði þeim að segja þetta neinum, en svo mjög sem hann bannaði þeim, því frekar sögðu þeir frá því. Menn undruðust mjög og sögðu: Allt gerir hann vel, daufa lætur hann heyra og mállausa mæla. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er lækningin mikla, frelsið í Kristi. Ef við lítum í kringum okkur sjáum við að heimurinn er verulega sjúkur og þarfnast lækningar. Ekki aðeins að menn eigi í eilífri baráttu að hafa í sig og á, heldur þurfa menn að kljást við alls kyns sjúkdóma, ofbeldi og glæpi í sínu nær umhverfi. Síðan bætast við náttúruhamfarir, þurrkar, skógareldar og flóð, eldgos og jarðskjálftar. Og eins og þetta sé ekki nægir erfiðleikar fyrir mannfólkið, þess utan berjast menn stöðugt völd og stríð geisa. Og sú ógn sem að virðir engin landamæri er mengunin. Heimurinn er svo sannarlega sjúkur og í honum eru vond öfl, eins og stendur í 1. Jóhannesarbrefi, en þar segir: Við vitum að við erum eign Guðs og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Getur einhver frelsað heiminn undan þessum ógnum? Þrátt fyrir alla tæknina sem við búum við, þá eigum við í hinu vestræna heimi fullt í fangi með að fylgjast með því sem gerist í okkar heimshluta. Hvað þá að fylgjast með því sem gerist í fjarlægum álfum. Hvergi í heiminum ríkir algjör friður. Við vitum að Guð er kærleikur og kærleikurinn er andstæða hins illa. Og vegna kærleika Guðs og náðar verðum við endurleyst fyrir trúna á Jesú. Þrátt fyrir að við lifum og hrærumst í þessum vonda heimi og freistumst til vondra verka, sem er nokkuð sem verður útilokað í ríki Guðs. Í lexíunni spyr Jesaja: Er ekki skammt þar til allt mun breytast? Snauð jörð verður að aldingarði og skólendi. Er ekki skammt þar til dagur drottins kemur, þegar daufir geta heyrt, blindir séð og hinir fátækustu munu fagna hinum heilaga Guði. Því þá verður kúarinn ekki lengur til, né nokkur sá sem hyggur á illt, því hinu illa verður tortímt.
Og hann bætir við, en börn Guðs hafa ekkert að óttast. Páll talar á svipuðum nótum í pistlinum hann skrifar: Það vegna Krists sem ég svo öruggur frammi fyrir Guði. Ekki svo að skilja að ég sé sjálfur hæfur og geti eitthvað sjálfur, heldur hæfileiki minn frá Guði. Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjónn nýs sáttmála sem ekki ritaður á bók, heldur hann andlegur. Því bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Merking textans ekki að trúin gera okkur svo hæfileikarík. Hún segir frekar að við þurfum ekki sérstaka hæfileika. Því trúin gerir okkur hæf, frambærileg, segir að við höfum staðist inntökuskilyrðin fyrir ríki Guðs. Því prófið hvorki skriflegt eða munnlegt, það andlegt. Lögmálið var skráð með bókstöfum, hoggið á steintöflur og það sem hefur verið skráð á stein strókar enginn út eða breytir. Guð hefur því tekið steintöflurnar úr umferð. Guð hinn sami aldir og orð hans gilda. Þess vegna getum við treyst því að loforð og fyrirheiti sem Jesús gaf okkur standi eilífð. Eins og Páll getum við staðið örugg frammi fyrir Guði því að hið andlega lögmál sáttmáli við Guð. Þjónustan sem við veitum og þiggjum í gegnum orð Guðs einstaklingsþjónusta. Við getum aðeins verið réttlætt fyrir trú okkar sjálfra. En til hvers lét Guð þjóð sína undir svo mikinn og flókinn lagabókstaf að það þurfti sérstakan ættbálk til að halda utan lögin? Í Markúsi segir Jesús: Sannspár var Jesaja ykkur hræsnara, þar sem ritað þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig, því þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Þannig að Guð stofnsetti lagabókstafinn til að sýna fólkinu hvað það var komið langt frá upphaflegri áætlun Guðs ríki hans. Við eigum erfitt með að ímynda okkur heim, þar sem algjör friður ríkir, algjört frelsi, áhyggju og óttaleysi, 100% öryggi allra, heim þar sem kærleikur milli allra ríkir og engan skortir neitt. En þannig var umhverfi mannsins í upphafi og þannig verður ríki Guðs sem bíður okkar. Ég varpaði áðan fram þessari spurningu: getur einhver frelsað heiminn undan þeim ógnum sem við búum við í dag? Nei, það getur engin mannlegur máttur, engin nema Guð. Og Guð ekki að því smá saman, hann mun gera það á einum degi. Jesús sagði: Mannssonurinn kemur eins og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skauti himins til annars. Á þeim degi hann opinberast. Og sá vilji föðurins að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég, segir Jesús, mun reisa hann upp á efsta degi. Á þeim degi mun hinn sjúki heimur verða læknaður. Jesús notar myndmál ljóss og myrkurs, að vera blindur eða sjáandi, heilbrigður eða sjúkur. Menn geta talið sig ganga í ljósi Guðs, vera sjáandi og heilbrigðir, en eru blindir á hjálpræði Guðs. Því Jesús notar blindu og myrkur sem tákn þess að vera á villigötum. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer, sagði hann.
Þó Jesús hafi sagt dæmisögur og talaði í myndmáli, þá skildu þeir dæmisögurnar sem vildu skilja þær. Hinir hristu sennilega hausinn. En hlustun af athygli og vilji til að skilja er allt sem þarf og við þurfum ekki að skilja allt á einum degi. Fyrsta skrefið er að ákveða að taka við boðskapnum. Því Jesús sagði, sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig heldur þann sem sendi mig. Sá sem sér mig, sér þann sem sendi mig. Ég er ljós í heiminn komið svo enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Já, þemað í dag er lækningin mikla frelsið í Kristi. Það ríkir ekki sá kærleikur og friður í heiminum eins og var upphaflega ætlun Guðs. Heimurinn þarfnast lækningar við og þá lækningu getur einungis Guð gefið. Þann dag og stund sem það verður veit enginn nema Guð. En drottinn Guð innleiddi nýjan sáttmála milli Guðs og manna þar sem trúin á Jesú gefur okkur frelsi og fullvissu náð hans og vegna þessa nýja sáttmála getum við, eins og Páll sagði í pistlinum, staðið örugg og óttalaus fyrir framan Guð. Hin eina sanna lækning sem Jesús boðaði var sinnaskipti sálarinnar, að taka á móti góðu fréttunum sem hann færði okkur, að vera frelsuð af náð fyrir trú. Ef þið farið eftir því sem ég segi, sagði hann, eruð þið sannir lærisveinar mínir og munið þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gera ykkur frjáls. Trúin gerur okkur frjáls, þekkingin á orði Guðs gerur okkur frjáls. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Með því að velja góðan Guð hefur hann frelsað okkur frá öllu illu eins og við biðjum í bæninu okkar. Tilgangur hins kristna trúboðs er ekki að dæma menn fyrir veraldleg brot, heldur að snúa mönnum til trúar á algóðan Guð sem fyrirgefur. Við getum treyst því að sá sem trúir hafi eilíft líf. Heimurinn var í upphafi fullkominn og er enn í dag fullkomin sköpun og í raun og veru ótrúlegt að maðurinn skuli ekki vera búinn að eyðileggja hann fyrir löngu með öllum þessum stríðsrekstri og mengun. En það er ekki manninum að þakka að heimurinn sé enn hæfur til búsetu. Guð skapaði heiminn með sjálfhreinsi búnaði. Dýr sem éta hræ, hringrás vatnsins og sjálfbærni í viðhaldi tegunda. Árstíðaskipti til hvíldar og endurnýjingar og þekkingu til að geyma og uppskeruna. Hann skapaði úrval ávaxtatrjáa, jarðávaxta og dýrategunda til átu. Ekkert hjá Guði er einhæft og enginn mun líða skort í ríki hans. Hversu dýrlegt verður að ganga þar inn. Ekkert okkar ætlar að missa af því. Við ætlum að hittast í ríki Guðs. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.